að þegar það kemur svona ESB hlynt stjórn á Íslandi, verkamannaflokkurinn í Noregi hlynntur ESB aðild, þá EES-samningurinn brotinn. Og mér finnst þetta ekkert verið einhver svona stórkostleg samsæriskenning að það svolítið skrítið að þegar þú ert með flokka sem eru hlyntir ESB aðild á Íslandi og flokk sem hlyntur ESB í ríkisstjórn í Noregi, minnihlutastjórn reyndar, að þá ákveður Evrópusambandið að brjóta EES-samningin. Já, þetta svona merkileg tilviljun, graf undan EES-samningnum sko, þegar og segja kannski eða skapa eitthvað óöryggi hann. Ég held að reyndar ég þeirra skoðunar persónulega að þessi EES-samningu sé ekki uppaf og endir hagsaldar á Íslandi. Heldur það bara frjálsviðskipti. Við erum með fríverslunarsamning við mörg lönd og getum alveg bara verið með fríverslunarsamning við Evrópusambandið. Bara Bretar eru með slíkan samning við Evrópusambandið. Það getur líka verið samningur allskyns menningatengsl og menningarlegt samstarf. En til dæmis eins og Kanada eru með fríverslunarsamning við Evrópusambandið og eiga mikil viðskipti, meðal annars selja Evrópusambandinu fisk og eru með lægri tolla en við á fiskinn sinn inn í Evrópusambandið í þessum fríverslunarsamningi. Þetta er stórkostlegt. Og þannig að það hefur verið talað hér eins og EES-samningurinn sé bara uppáður og endil alls á Íslandi. Það er bara algjörlega rangt.